Einhvers staðar segir maðurinn lifir ekki bara við einu saman. Við þurfum að gera eitthvað til að gleðja okkur líka. Þá hægt að fara í leikhús og það líka hægt að fara í ferðalög. Það er margt sem hægt að fara í. Og ég kom með fallegt fólk hérna í sófann til mín til þess að spjalla það. Verið hjartanlega velkomin. Ragnheiður Jakobsdóttir og Örn Smári Jónsson. Þið eru ekki komin til að tala alveg nákvæmlega sama hlutin hins vegar. Nei, helst ekki. Ekki alveg. Ekki alveg. Þú ert hér á vegum nýs fyrirtækis. Er þetta ekki rétt? Jú, nýs gamals. Já, ég var að segja nýtt byggt á traustum gömlum grunnum. Já, akkurat. Við semst vorum núna í byrjun janúar að ferðaskrifstofu Akureyrar sem ég er í forsvari fyrir. Já. Að sameinast rekstri sem er á höfuðborgarsvæðinu og hefur verið með rekstri sem heitir Vita Sport. Já. Og semst maður sér eining þar inni. Við sameinum kraft okkar í eitt stórt öflugt eða stærra öflugra batteri. Já. Og það gerist bara núna 10. janúar, svona formulega. Kannski hefur einhver séð okkur á einhverju miðlum. Það má ímynda sér það. Já. Það er alveg mögulega. Já. Þetta nýja fyrirtæki, það heitir Verdi, er það ekki? Já, það heitir í rauninni, ferðaskrifstofa Akureyrar er í rauninni móðurfyrirtækið. Já. Og við erum bara að keyra undir vörumerkinu Verdi. Já, akkurat. Verdi Travel. Þannig að Verdi er það sem maður flettir upp? Já, Verdi er það sem maður flettir upp og Verdi Travel og það er og erum í rauninni að keyra á bara því sama góða fólki sem hefur verið á báðum stöðum með búið að bæta smá í. Akkurat. Verdi, þetta er ekki alveg gegnsætt. Ég hugsa Verdi, þú getur að Verdin, græn. Þetta er græn? Þetta er græn líka á latín. Já, ég hugsaði latína sko, en ég vissi ekki að þetta þýddi græn. Vita, það er ábyggilega líf á latínu. Þannig að svona kannski bara, Verdin getur við svona aðeins. Jaha, já. Jaså, svona på dansk. Já. Tölum við ekki dönsk og lögum? Ja, det går världen runt. Ja. Þannig að, þið náttúrulega ferðist víða veröld. Já, við gerum það og erum svona, byrjum á því að keyrum aðal á það þar sem þessi einstöku fyrirtæki hafa verið að gera áður, bara með því að slípa saman strengi okkar, eða stilla saman strengi. Við höfum aðalega verið í hér fyrir norðan, erum við náttúrulega svona aðalega kannski í því að sníða hópaferðir, kallum að klæðskera sauma fyrir hópa. Okay. Með tilkomu Næsir höfum við að sjálfsögðu nýtt okkur það og höfum verið að selja pakkaferðir, bæði helgaferðir og höfum verið með pakkaferðir á Tenerife. Já. Og komum svo til með að bæta Alicante við þegar það kemur í sumar. Þegar þú segir hópaferðir, þú veist, kemur þá til þín starfsmannafélag fyrirtækis eða saumaklúbbur og segir, með okkur langar til að... Já, gera eitthvað eða, og stundum er hópur með hugmyndir hvert hann vil fara, stundum ekki, stundum aðstöð við það. Okay. Setjum líka upp stök leiguflug á einhverja áfangastaði, höfum verið með stærri starfsmannafélög. Þau fyrir sunnan hafa eingöngu verið í sportferðum. Já, svona, ber þau ábyrgð á því að hallinnar eru fullar af bláum treyjum? Já, hluta til og síðan bara hefur verið með góða samninga við bæði Manchester og Liverpool-klúbbinn, það hefur svona verið aðalsmerki, verið með pakkaferðir á leiki. Já. Við erum til dæmis með HM Hesta sem er í Hollandi. Já, ok. Og erum að vinna það og síðan unni fyrir sérsambönd og annað og svona klæðskera sniðið ferði líka. Ég skil. Og fyrir eitthvað sérsamböndum í keppnis- og æfingaferðir og annað. Já. Þannig að þetta er svona það helst og síðan erum við líka þjónusta fyrirtæki. Höfum við gert það sem er svona sem engin veit af, eða fáir, nema þeir sem kannski njóta þjónustunar. Þetta er skúbb. Já, þess að fólk sem vegna starfsins vegna... Já, það er að ferðast, þannig að við erum með samninga, eða með stærri fyrirtækja landsins, erum með samninga við okkur. Já. Og það er svona það sem við höfum verið að þróast út í hér fyrir norðan, undanfarin kannski 10 ár eða meira. Svona þetta stærra fyrirtæki er svona, það gert það með fyrir augum að þið eru aðeins að sérhæfa ykkur eftir... Já, við gerum það til að byrja með, svo svona þurfum við aðeins bara að sjá hvað tíminn leiðirljós. Akkurat. Örn Smári, þú ert ekki að fara neitt hins vegar á landi brott á næstunni? Nei, allavega ekki sem ég veit af. Já, ég veist að leikstjórinn er þið brjálaður. Já, veistu, ég held að hún myndi ekki fíla það. Það er alveg nógu erfitt að díla við það sem leikstjóri þegar kemur leikari og segir, ég gleymdi, ég ætla að baka kleinu með mömmu. Já, einmitt. Við verðum bara að fara að stað þessu. Já, akkurat. En það er ekki boðið? Nei, það er ekki boðið. Er það styttist í frumsýningu hjá Leikfélagi Verkmenntaskólans? Já, einmitt, 3. febrúar. 3. febrúar.
Og þið ætlið ekki að syngja ykkur rassinn þetta árið eins og mörg undanfarin ár? Nei, við höfum ákveðið að breyta aðeins til í ár og ætlum að setja upp hérna gamanleikrit og svona farsa sem hefur eiginlega bara ekki verið gert ég veit ekki hvort það hefur ekkert verið gert í verkmyndaskólanum. Hefur allavega ekki verið gert í mörg ár, sko. Það var ekki gert í mína tíð. Nei. Þetta var, við vorum að leika þjáningar unglingsins. Okay. Mjög listræn og óskaplega þjáð. Já. Við vorum okkur ekki hlátur í hug. Nei, ég veit. Það var kannski misskilningur svona upp á aðsókn. Já, ég veit. Þið eru meira með puttan á púlsinum. Hvaða leikrit þetta? Já, Bóta beturinn. Þetta er sem sagt leikari sem fjallar mann sem heitir Erik Svan og hann sem sagt misti vinnuna sína fyrir það bil svona 2 árum og hann er alla tíð síðan búinn að vera að svindla á kerfinu nema hann er búinn að vera að ljúga að öllum í kringu sem hann misti vinnuna og það veit enginn að hann er búinn að vera að fá bætur frá kerfinu og svo byrjar hann að ljúga meira og ljúga meiri persónur og búa til fleiri persónur og svo kemur einhver frá félagsmálastofnun inn í þetta og er að reyna að komast að því hvað er í gangi og hann byrjar að ljúga honum og svo er hann að ljúga konunni sinni líka og svo er hann að ljúga leigjendunum sínum. Er þetta svona gervigifs eða hálfkraga stemning? Já, hann þykist að vera með þvagsýrugigt. Ok, það er reyndar auðvelt að feika það. Já, það er auðvelt að feika það. Já, nú er þetta snjallt. Já, en svo lígur hann sko að búi svona 17 manns í húsinu sko, líka. Þannig að hann þarf einhvern veginn að komast sér upp á því sko. Þetta hljómar skemmtilega. Hvað ert þú að leika í þessu? Heyrðu, já, ég er að leika í þessu. Ég er einmitt að leika Erik Svan. Ó, þannig að við ættum kannski ekki endilega trú orða því sem þú veist. Nei, ég er bara alltaf að ljúga. Þetta er method. Já, ég er að method acta núna, sko. En þið sýnið hvar? Við sýnum í Gryfjunni, í Vathma. Já. Þið eru komin aftur þangað. Já, við byrjuðum fyrir 2 árum síðan. Það held ég að byrja aftur að fara í Vathma og vera í Gryfjunni út af því að það er bara svo skemmtilegt. Bara andrúmsloftið hann inni og svo skemmtilegt að vera innan skólans með svona leikrit. Já, einmitt. Og líka gott að það er auðvitað að þú ert innanhús, það er auðvitað að peppa upp og væntingar og stemningu og svona. Akkurát. Þetta verður spennandi. Er margir sem taka þátt í þessu? Ef hann lífur þessi 17 mann sem búa þarna? Það eru 10 leikarar í heildina. Ok. Og svo bara fullt af fólki baksins, sko. Já, það þarf að smíða leikmynd. Það þarf að smíða leikmynd og sminka og hár og búningar og allt þetta. Já. Það er hún Saga, er það ekki, sem er að leikstýra ykkur? Já, einmitt. Er það ekki gott að vera að láta svona þrautreynda gamanleikonu stjórna sér? Það er alveg ótrúlegt, sko. Það er bara mjög gott að fá einhverja manneski sem er svona reyndum í svona leikritum líka. Út af því hún er með leikstýrt þörsum í mörg ár, sko. Já, hún er búin að skella mörgum hurðum sjálf á sviðið. Já, einmitt. Þannig að það er bara ótrúlega þakklátur að geta fengið einhvern veginn eins og hana til að koma og leikstýra þessu. Það er dásamlegt. Ég er hlakka til að koma og fá að hlæja. Það er það sem maður vill gera þegar maður fyrir að gleða sig. Það er að hlæja svolítið. Talandi um leikhús, eru þið með einhverja ferðir til dæmis til London í leikhús? Við höfum ekki verið með það. Það hefur alveg komið upp á borði í gegnum þessi einhver ár sem ég er búin að vera í þessum bransa. Já, sem eru norðin okkur. Já, bara aldarfjórðungur í haust. Já, akkurat. Talandi um þrautreynda starfskrafta? Já, við ætlum á að vera það allavega. Ég heldur treystum því alveg. Já, þannig að við höfum ekki verið að fara í svona sérstakar leikhúsferðir. Nei. En ef við höfum verið með ferðir til Bretlands og London og fólk hefur að sjálfsögðu einhvern tímann keypt leikhúsmiða fyrir hópa og svoleiðis, þú veist. Og við erum alveg að veita þannig þjónust ef það eru hópar sem eru að koma aðstoða við að finna afþreyingu og kaupa miða í leikhús eða fótboltaleiki eða hvað sem það er. Já, þið farið alveg þangað? Já. Þið bara finnið veitingastöðu upp og komur og guðma á þetta? Já, ef sumir eru í þessu sjálfur, með tilkomi internetsins er þetta náttúrulega orðið allt auðveldara. Það er það. Og bara svona fólk hefur gaman að því, kannski að garfa sjálft fyrir sinn hóp, en að sjálfsögðu veit við þá þjónustu líka. Finnst þér vera aukning núna eins og með starfsmannafélög árshátíðir eitthvað aftur? Það er bara algjör sprenging, það er bara mjög mikill þorsti og bara, sem sagt, við fengum þetta bara í andlit eins og ég segi í mars. Eða lok febrúardagi sem ég veiktist af COVID, þá fengum við þetta í andlitið. Já. Það er bara búið að vera. Það, sem sagt, er mjög mikil þörf og mjög mikið fyrirspurnum og hjá svona hópum. Öll starfsmannafélög orðin bólgin eða voru orðin bólgin. Já, að bara verðum að gera eitthvað skemmtilegt. Já, og fyrirtæki tilbúin að styðja við það líka. Það hefur ekkert verið gert sameiginlegt í einhver 2 ár kannski.
Já, nákvæmlega. Þannig að Þannig starfsmannasjóðnarnir svolítið stóri. Já, það er alveg, við finnum alveg fyrir því. Já, einmitt. Enda sko... Og það er allstar, það er út í heimi líka, okkar byrgjar erlendis, við erum að fá seinsögur og annað, því miður. Já, því að akkurat. það er bara... Þetta hefur náttúrulega auðvitað snjóboltaáhrif Þetta hefur allstar áhrif og það eru... Og við erum svona... Bransin er að rétta úr sér úr COVID. Já. Þú veist, það fór... Þú mistir fólk og ert að kannski fá nýtt fólk inn í staðinn sem þarf að þjálfa upp og annað. Þannig að við erum svona eins og hérna á skrifstofan fyrir norðan erum við komin á par, erum við enda á pari í starfsmannafjölda miðað við sem vorum í fyrir COVID. Akkurat, þannig að þetta er og svona veist, raunveruleg uppbygging fyrir að hægast það núna eftir frá því sem frá var horfið. Já, ég myndi segja það svona, það sé svona þessi timburmenn eftir COVID, hún er svona vonandi að ljúka. Já, en það er dásamlegt, ég meina það er tæpt ár, þetta er ekki orðið ár sem Nei, við bara fengum Omikron hana í desember, janúar og febrúar í fyrra, sko, það bara fór allt í lás. Já, það gerði það. En svo er bjartari tíð framöndan. Við vorum í við vorum í 10 manna samkomutakmörkunum fyrir árið síðan. Ég man rétt fyrir miðjan janúar. Já. Það var ekki mikið leikhús. Nei, það var svolítið erfitt. Það er ekki gaman að leika fyrir 5. Nei, það er aðeins erfiðara. Já, það er aðeins erfiðara. Bara svona rétt að lokum, hérna, ég man ekki hvort ég var búinn að spyrja þig. Frumsýningin er í byrjun febrúar, 3. 3. febrúar, já. 3. febrúar. Það nánast sléttar 2 vikur. Já, nánast. Ok, þannig ég segi bara við þig, pói og gangi ykkur vel þessa síðustu metra. Það krítísku 2 síðustu vikur. Það er alltaf að smella. Og gangi ykkur vel sömuleiðis með áframhaldandi ferðabransa. Já, takk. Ég minni bara á verditravel.is. Verditravel.is. Það er búðarglugginn okkar. Það er búðarglugginn, akkurat. Við hugsið bara verden. Þið farið út víðan heim. Viva Verdi. Viva Verdi og það. Hjartan þakki fyrir komuna, gott fólk. Og já, annarkvort út í heimiði leikhús, ykkar er valið. Við fáum nokkrar auglýsingar og höldum svo áfram.